Snemmt, 3. des? Nei. Mér finnst það að byrja að spila jólalög í október. Ertu komin í jólaskap? Það held ég nú. Já, það heldur ég. Klukkan er rúmlega 4 og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan mánudaginn og eins og þið heyrið, kæru hlustendur, og þá erum við í fanta fínu skapi hér við Bjössi, helfeskir þó þessi mánudagur, ekki satt? Björn Bragi. Jú, herðu, hefur tekið... Vertu velkominn. Takk fyrir það. Hefur tekið eftir einu því við vorum að hlusta á jólalag. Já. Það íslenskir lagahundar sem hefur að semja jólalög, þeir hafa alltaf átt svolítið erfitt með að ríma við jólin. Já. Það sko, eins og Stjörnur og snjórinn syngur hann. Já. Það rímar ekki, sko. Nei, það er svona atkvæðarímar, sko. Já. Og svo eins og þú veist, ég hlakka svo til, eitthvað, þá kemur sko, eitthvað, þau flugu hjá í snatri fuglarnir og sólin. Þú vilt ekki tala um eitthvað sólina í jólalagi, skilur við? Nei. Sólin og jólin. Það er eiginlega ekkert gott orð sem rímar við jólin. Sko, það flugu í snatri fuglarnir og sólina því að sumarið var svo fljótt að liða og strax kom í jól. Já, það er, þú veist, ég er að segja bara svona, það er ekkert jólalegt sem rímar við jól. Nema mögulega jól og kannski tól. Já, jólin og tólin. Enda það eitthvað grín að sjá tólin fyrir jólin. Og reyndar kjólin líka. Já, kjólin. Nú er að koma jól. Sigga er á síðum buxum og solabláum kjól. Já, það gátu þetta í gamla daga. Já, þeir gátu þetta í gamla daga, sko. En svo er bara búið að eyða öllu besta ríminu, þú vilt ekki vera að stela af öðrum. Já. Þannig að þá ert í smá vesinni. Við erum með dúndur þáttandi ykkur í dag, kæru hlustendur. Það er fyrsti mánudagurinn í desember og við Bjössi erum konum með nýja reglu að einn mánudagur í mánuði, þess að fyrsti mánudagurinn í hverju mánuði er kósí dagur hjá okkur Bjössa. Það held ég nú. Og þá spilum við, kósí og þetta er samt ekkert sko Celine Dion greinandi. Svo kemur Kalli Lú og spilar svona einhver áskalög fyrir ástfangin pör. Já, og við lesum með bréf og svona. Nei, þetta er bara, við spilum góð lög sem eru samt svona á róleri nótum. Við fáum eitthvað svona bréf eða eitthvað svona, þú veist, ef einhvers vil segja einhverjum hann elski hann eða eitthvað svona. Það ættu að byrja með það alltaf við, að hafa það í kósið þættinum. Já, svona ástarhorn eitthvað svona. Já, ég var alveg til í að vera með bréfið fyrsta mánudaginn í hverju mánuði, sko. Já, maður getur líka, fólk getur sendt. En það má samt ekki vera eitthvað svona fíblaskap. Nei, ég veit það, þú veist, fólk getur sendt bara skilaboð eða twittað eða eitthvað svona, skilur. Já. Eitthvað svona fallegt, þú veist, svona. Og nú eru við hérna á kósi og róluðu nótunum Bjössi, erst þú ástfangin? Ég er mjög ástfangin. Já. Gott. En hvernig ertu góður eftir helgina? Hvernig var helginni þér? Hún var bara nokkuð góð, sko. Já. Ég var svolítið mikið að spila FIFA helgina. Ok, ég er að spila allt og lítið FIFA þessa dagana. Já, þessa dagana. Hefur eitthvað að spila FIFA? Já, við vorum svolítið grimmir á tíma. Þá hittust við oft 2 og 2 heima og fengum okkur kannski einn kaldan og spilum 2 og 2. Ég myndi halda að þú sétt mjög lélur í FIFA. Nei, það er eina góða við mig í FIFA. Ég er akkurat andstæðan við sjálfa mig þegar ég er í fótbolta. Ég er mjög, góður í FIFA. Nei, ég er mjög, hvað segir maður, gjafmild, það er sem sagt, ég gef boltan mikið. Já. En ég er ekki sami einspilarinn og þegar ég er í fótbolta sjálf. Er það þegar þeir eru út að spila einn, þá getur þú gefið á sjálf þig? Nei, ég er að tala þegar við erum 2 og 2. Þá er mjög gott að vera með mig liða, því ég dæli inn og svona, sko. En ég er mjög eigingjart þegar ég er í fótbolta bara ég sem ég. Já, ég hef spilað með fótbolta, þú ert mjög lélugur. Nei, jú. Þetta kemur úr hörðust. Nei, ég er mjög góður. Sko, þú og Sölvi, sölumaður hjá okkur, eru með 2 lélegri fótboltamönnum sem þetta fyrirtæki hefur átt. Það er talað um það upp í Árbæ. Það er sko, ef ég hefði ekki hætt í yngri flokkunum í Fylki, að þá hefðu við tekið að minnstu kosti 1 til 2. Ég skal gefa þér það, Bjössi, þú er unni getur betur og þú ert frábær strákur og þér gengur allt í haginn, en fótbolti er ekki eitt af það. Þú ert ekki góður í fótbolta. Ég er mjög góður í fótbolta. Það er bara þannig. Við erum í bumbuboltadeild í einu sinni viku strákarnir og ég er í öðru sæti. Nei, þú ert svona nett súkulega kleina þar, held ég. Nei, ég er alltaf upp á topp. Ég er klárari af Guðs náð. Það er talað um mig sem klárar af Guðs náð. Þá er ekki verið að tala um fótbolta, sko. Við erum með fína þáttandekur í dag. Við erum með sturlaða staðreyndir, netmisnotkunnir á sínum stað. Ég er með nýjan dagskráralið sem heitir 7 skrítnar spurningar. Ég kem betur inn á þá hér eftir. Alltaf gaman að byrja með nýjan dagskráralið. Varstu búin að segja sturlaða staðreyndir? Barnalandi, já. Okay. Þannig að við erum með helling hérna fyrir ykkur ásamt í að það er kósí mánudagur hjá okkur. Og ég held að það sé bara vel við hæfið að byrja. Er þetta ekki svona kósí kóngur Íslands í dag? Þetta er fyrir ykkur öll sem eru ástfangið hann úti. Já, og líka bara fyrir okkur hinn. Þetta er Ásgeir Trausti, Auta og Bjössa hér í FM 95 Blö. Klukkan orðin 9:04 og það er komið að slúðri hér í FM 95 Blö. Ertu til í nettan pakka? Já. Ekki? Jú, hvað er það? Þú ert svona, mér finnst þú einn aðeins svona þægilegustu til að ræða slúðri við. Að því ég er algjör slúður tussa. Já, morðu það þannig kannski. Þú vilt, ég ætla allavega að byrja slúðurpakkan á aumingjanum og ræflunum Chris Brown. Já.
Hann fínasti tónlistarmaður en aumingin real life eins og ég vil kalla það. Ég bara skil ekki hvað fólk sé ennþá mæta á tónleika hjá honum sko. Já, vinkon okkar í Hanna, hún líka, þau eru byrjað aftur saman, þau eru ekki farið fram hjá neinum held ég. Hún náttúrulega í smá tjóni sko. Hún í einhverju vesinni með sjálfa sig held ég. Vinkon okkar. Já, en allavega, hvað, ég meina, kemur okkur þetta við, þau eru hamingjusöm. Ég reyndar, sko, þau eru rosa fínt fólk, skilur við. Já, þau eru frábær. En ok. Það eru æðislega. Nei, en þau allavega byrjuð aftur saman og... það bara official í alvörunni? Já, hún að ferðast með honum núna Evrópu, hann einhverjum túr, einhverju tónleikaferðalagi og hún alltaf með honum og hann var að setja núna nýja mynd, sko, hann var búinn að hann fór af Twitter eftir að hnakk rifist við einhvern grínistæði Bandaríkjunum, einhverja konu, sem heitir Jenny Johnson og einhvern svona stand-up kona og Jenny Johnson, þau voru eitthvað hnakkrífast og hann eyddi Twitter-reikningu sinum, hún var náttúrulega, veist, að segja bara að hann væri aumingi og eitthvað þannig að hann eyddi Twitter en hann byrjar aftur á Twitter og var að posta mynd af sér með, að því verðist Jónu í kjaftinum og svo hún liggur hérna á nærfötunum í sófanum hjá honum úr í Hanna með einhvern svona camouflage svefnpoka hanga, þetta svo steikt eitthvað og svo skrifar hann svona við myndina sem hann twittaði sjálfur þá skrifar hann hérna hvernig væri tónlistin í dag að það væri ekki verið þessa tvo krakka og hann skrifar þetta sjálfur. Já, þau sjálf. Já, þau tvö. Og tónum. Já, bara hann svona, ef við lesum þetta einsku, það stóð nákvæmlega What would music today sound like if these kids didn't exist? Hvað, þú veist, hægt að vera hrókafyllri og veikur maður. Já, það eitthvað að honum, sko. Með Jónu og hún á nærfötunum eitthvað, veist, ok. En svo allavega, þetta virkar hjá honum. Ég að segja frá þessu á litla Íslandi og að pirra með þessu, þannig Eitthvað hann að gera rétt. Það samt, hanskotin. Svo það Lindsay Lohan, alltaf gaman að segja gott slúður á henni. Lohan kominn. Hveð það burt snjóinn, það ekki alveg virkað í einhverjum partíum hann í LA. En Lindsay Lohan, hún í tómu tjónigreið, ég sagði ykkur frá því á föstudaginn var að hún barði einhverja stúlku á skemmtistað á fimmtudaginn og hálfur rótaði hana. En nú eru vinkonur hennar og vinir að segja að hún verði að fara í meðferð. Lindsay Lohan neitar hins vegar að fara í meðferð, þetta bara eins og Amy Winehouse en það hún segir nei ég vill ekki fara í meðferð. Það það sem hún segir en hún segir bara nei. En sko, ef eitthvað að marka þessa vinkonu Lindsay Lohan hérna, þá hún að drekka 2 lítra vodka á dag. Það hvorki meira en minna og víst bara á við vandamál að stríða. Já, ég myndi segja að það væri vandamál. Já, svo með þá. Það fyrir svo Keith Richards bara upp til versta. Já, þetta rosalegt og maður á kannski ekki að hlæja því en hún í tómu tjónu greið stúlkan og ósku við henni bara allsins besta. Já, þetta svolítið leiðilegt svona allt farið svolítið niður ofið eftir Parent Trap. Já, menn þess að Herbie Fully Loaded fínasta mynd og sko Lindsay Lohan var alveg svona Mean Girls var mjög góð. Hún var hérna, ég var bara aðdáandi Lindsay Lohan þegar hún svona rauðhærð og pínu búttuð og fínasta leikona. En svo einhvern veginn hefur þetta farið hratt niður á því. Því miður. Það er erfitt að vera barnastjarna. Já, við Egill rædduðum um þetta fyrsta en hann vildi meina að Macaulay Culkin væri líka komin í ruglið og fleiri. Vildi hann meina? Hann var alltaf búin að vera bara í algjöru tjóni í svona 15 ár. Var það einhver álíktun hans? Já, mér finnst þetta kannski svolítið svona rótæk skoðun á mér. Ég segi að það sé komið eitthvað rugg. Ég veit að margir ekki sammála en ég held að Kurt Cobain hafi verið svolítið ruggli. Hann svo draugur í daggreiðan Macaulay Culkin. Lokaslúðrið Hugh Hefner og Crystal Harris. Þau eru búin að trúlóast aftur eftir að Crystal Harris stakk hana við altarið núna í fyrra. Er það einhver Playboy-gæla? Já, og þá þessi 86 ára gamli maður og þessi 20 ára, það ekki nema 60 ára millera, en hei, ástin spyr ekki aldur. Þetta alltaf eitthvað slúður á einhverju hiski. Já, ég vil fá að vita eitthvað bara svona, hvað Meryl Streep að gera og eitthvað svona dæmi? Já, ég viðurkenna, það var nett hiskis slúður í dag. Ég beðst afsökunar á því. Nú kemur við með gott lag til að bæta fyrir þetta. Já, það er þetta sem selur. Höldum áfram hér í Cozy. FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 sinnum á dag opna glugga í jóladagatali FM 957 og gefa vinninga. Vinningarnir eru glæsileg úr frá Ródium Kringlunni, gjafabréf frá Herra Hafnarfirði og Herra Kópavogi, gjafabréf frá Adam og Evu,
tölvuleikir frá geimstöðinni Kringlunni og LG snjallsíma úr L-línunni. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils Malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól. Í jólablaði Símans finnur við viðtöl við tónlistarfólk og kvikmyndaspekulanta, spennandi aðvenduuppskriftir, vegleg tilboð og allt sem þú vilt vita snjallsímana, spjaldtölvurnar, öppin og aukabúnaðinn. Gleðileg jól með Símanum. Starfsmaður okkar á plani í boði hússins á næstu bensinstöð Shell. Hann dælir fyrir þig en þú greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Það hárið þér að hlusta hér á Udda og Bjössa. Verðum með ykkur til 6 í dag og erum í kósí og góðum feeling þennan mánudaginn. Kominn desember, 3. desember og já, Bjöss allavega komin í jólafíling og styttist í mig, svei mig þá. Já. Ef þau eru með einhver góð ef þau eru með einhver góð róleg lög sem þið vilja heyra þá erum að gera að fara inn á Facebooki hjá okkur og skrifa hvað þið vilja heyra. Við ætlum að spila svona flott róleg lög í dag. Já. Og það svolítið svona hjá okkur, fyrsti mánudagurinn í hverju mánuði. Þá erum við með kósí mánudag. Og eftir mánuð, þegar við komum hérna eftir í janúar, þá ætlum við að vera með ástabréf. Þetta bara svona, ég er að fíla það. Ég fíla það. Janúarblöð. Já, janúarblöð að fara dett inn maður. Hann er leðilegur en nauðsynlegur. Það verður erfitt fyrir húsmæður landsins. hann er leðilegur en nauðsynlegur. Þetta líka, þetta gæti orðið erfið jól fyrir, nú er ekki talentilegu sjálfa mig, en fyrir þá sem hafa gaman að kíkja út á lífið, að þá er að því að nú er aðfangadagur á mánudegi og gamlárskvöld. En þú ert alltaf fullur á aðfangadagur, ekki? Jó, finnst það ekki líklegt. Ég sé bara vel í því alltaf heima á fjölskyldum minni. Nei. Það er bara í Bandaríkjunum. Það er algengt í Bandaríkjunum að fólk sé bara dauða drukkið á aðfangadag og jóladag. Alltaf með eitthvað svona, hvað heitir þetta, eggnog og eitthvað svona. Já. Þetta er ekki algengt á Íslandi að fólk sé drukkið ekki á hátíðardeginum sjálfum. Ég veit það ekki, kannski Lindsay Lohan. Ef ég tala fyrir sjálf á mig. Ekki segja okkur frá hverja pappin með á steikina, en ég held samt þetta sé ekki það algengt, En ég ætla að spyrja þig ég held á Fréttablaðinu. Já. Bara, þetta er Fréttablaðið í dag. Ok, hvað er í Fréttablaðinu? Það er hellingur. Og hvað ertu með til þess að tala um? Og svo stendur hér, horfðu á þáttinn 7. des og það er verið að tala um, þetta er dagur Rauða nefsins. Skemmtunin sem skiptir máli, opinni dagskrá á Stöð 2 og þar ert þú að benda svona, þú ert með rautt nef á andlitinu, að benda eitthvað svona og þetta er held ég einhver versta mynd sem ég séð að því, Björn Bragi. Nú ertu huggulegu maður eðlisfari, en það er svo sett þrútinn af áfengisneyslu hérna eða eitthvað. Það er svo sett íkomin og svona 2 vikna ferð frá Vegas, vel þrútinn á því að reyna að vera hress. Þetta er búið að fótosjópa, hvernig varstu hérna áður? Ég verð bara að vera ósammálaður, mér finnst þetta glæsileg mynd af mér. Finnst þið það? Já, ég er með svona... Ok, ég er ekkert að reyna að vera leiðilegur, Nei, ég er svona... Þetta er svona skrítin myndaðir. Ég er svona rugged, með svona pírðu augu og svona, myndi vera svolítið hræddur um mig. Ég er svona svolítið eins og Jack Nicholson í Shining eða Wolf. Hann ser ekki góð þrútinn samt. Jú, ég er talsmaður ógjafumanna, í þessari auglýsingaherferð. Og ég er að hvetja þá til þess að, láta gott af sér leiða. Þetta er svona ekta mynd sem maður myndi bara, býtu hvað. Ok, til dæmis fegst þér í glasumhelgina? Já. Hefurðu lent í svona versta þingar sem þú lendir í? Já. Það er þegar when you've lost the will to live. Hefurðu lent í að vakna svo þunnur og þú ert bara, ég hef ekki til að hlakka til einu sinni, Hefurðu aldrei lent í því? Var það sem þú hugsaðir þegar þú sást myndina? Nei, þetta er svona ekta. Þessi mynd fæði mig til að hugsa. Ég lendi hún ekki á því, en stundum, segjum að þú sétt búin að vera kannski, ef ég er að koma heim úr utanlandsferð og það er búin að taka á því föstudag og laugardag, station helgi eins og það kallast. Kallinn er búin að vera all-in og er vel þrútinn og lítill í sér og það er kannski hringt eða eitthvað svona, þetta er kannski mér sem bara búið að vera í bænum, út búin að fara kannski afmæli á föstudeginum og svo innflutningspartí á laugardeginum og er svona lítill í þér á sunnudeginum, að dettur einn alveg og það er hringt í og sagði svona, herru, hvernig ertu? Ég er bara góður, ertu hress? Nú hvað, ertu búin að vera að heyra eitthvað eða? Og þá ertu svona, þú ert vel lítill í þér og þá ertu svona, nákvæmlega eins og þú og þessari mynd, svona paranoður að reyna að brosa. Þannig að svona reyna að koma lygin að þér eitthvað. Þú veist að ég er hangandi öfugur þegar myndin er tekin. Nei, það vissi ég ekki. Þess vegna er svona þrútinn. Nó, ok, það vissi ég ekki. Ef þú horfir á, það er fleiri en ég í þessari auglýsingarferð og það hanga allir öfugt.
Nú, ok, það útskýrir strax helling. Af hverju sagði það ekki strax lúðinn? Mér fannst bara svo gaman að skilur... En það fólk sem sér þessa mynd sem veit það ekkert. Ég vissi það ekki eins og. Og hvað heldur ég sé að missa svefnið því? Já, ég þekki gallinn. Nei, auðvitað, sko málið mér finnst nefnilega bara svo gaman að það er þetta frábær söfnun í gangi fyrir UNICEF sem er frábær samtök. Bíddu, leið mér þess að klára. Það er dagur Rauðanefsins, næsta föstudag og þetta verður að safna hérna fyrir frábært málefni og allir að leggja sitt að mörkum og gefa vinnu sína og við erum þarna mæti myndatöku til þess að vekja athygli á þessu. Það eina sem þú hugsar er hvað þetta sé ljót mynd af mér. Nei, ég er bara að segja að þetta sé skrítil mynd af þér, ég sagði ekki að maður er ljót. Nei, þú veist ekki einu hvað málefni snýst, sko. Þú ert svo yfirborðskenndur og það held ég, þú þarft ekki að svara þessu, en þetta er ástæða til þess að líta í einbarm. Af því að mér finnst þetta slæm myndaðir ég þá yfirborðskenndur. Eins og þú myndir ekki benda mynda mér, það er eins og, ég vissi ekki að vera hangandi á hvolfi. Það er svo sett vel þrútin hérna. Fyrir UNICEF. Já, dreftu mig ekki, Björn Bragi. Jésús, við skulum halda þetta áfram með róleg og kósí tónlist. Áður en ég ræðist hérna á hann Bjössa. Og þetta er... Ég vil bara hvetja ykkur öll til þess að horfa á Dag Rauðanefsins næsta föstudag. Já, það gerir ég líka. Þú ert að verða svo hjöppi bara hérna í góðlagakeppninni. Hvað ekki mjög allt út eins og eitthvað skrýmsli hérna maður. Við fáum vinsælasta föstudagslagi í langan tíma og það var vel við hér á Cozy, en þú veist að ég er mjög ánægð með þig að taka þátt í þessu. Já, takk fyrir. Gott málefni og myndin er ekkert hræðileg, hún er staflega skrítin, en nú ertu búin að útskýra það, þú ert á kolfa á henni. Ljúfa tóna hér í FM 95 blöð á Cozy mánudegi. Þetta eru Björn Bragi og Auðun Blöndal með ykkur til klukkan 6. Nákvæmlega það er ekki engillin Björn Bragi og aumingin Auðun. Það var sem varst að hugsa hérna aðan. Auði, ég er ekki hérna til þess að dæma þig. En ef þú sérð sjálfur ástæði til þess að taka til í þínum málum, þá er það náttúrulega bara fagnaðarefni. Ég er hel ferskurinn eftir góða helgi. Sjaldan verið ég brattur. Það þarf ekkert að taka til í mínu bíl, sko, það er nokkuð ljóst. Já, ég meina, þú veist, ef það er þetta sem skiptir í virkilega máli í lífinu. Ég var að selja jólakort á laugardaginn. Já. Þar grafa mér svona börnum og setti net. Seldi meira en Jón Gnarr borgarstjóri. Settu það í pípuna og reyktu það. Já, það hanga mig ekkert þennan mánudaginn. Það fallið það er. Já, herru, en öllu kanni slepptu að þá er komið að sturluðum staðreyndum. Hvernig líst þér á þetta sinn? Þetta er til í Insane Facts. Já, nema bara ég vil ekki fá neina eitthvað svona fake staðrind. Nei, það er engin fake staðrind. Því að það var byrjað að ruggla eitthvað svo í rýminu þegar voru hættir að geta einbett ykkur að skemmtilegum staðrindum. Ég var bara hættir að geta einbett mér í lífinu, sko. Já, Egill bara svitna allur og Pétur Jóhann var allur stressaður. Gátu þér þetta eitthvað tímann? Já, datt inn. Ég gæti aldrei. Nei, þú varst ekki góður í þessu. Samt hefur unni getið betur. Það er komið að... Það voru eitthvað sturlaðar staðrindir þar. Það voru bara eðlilegar staðrindir. Já, sem þú gast lært. Já. Ertu tilbúin? Já, ég er búinn að læra þessar staðrindir núna í dag. Ok. Skammtímaminni í ketti er 20 sinnum öflugar en í fólki. Léleg staðrind. Finnst það nú léleg? Já, ég er sem ekki bull. Nú? Bara? Kötturinn er með geðið skammtímaminni greinlega. Það er ekkert bull. Það er ekkert að vita þetta. Jú. Ok. Hvað heldur að vísindamenn geta ekki rannsakað það? Hvers konar vísindamenn? Nú, þeir sem er að vinna með ketti. Hulk, var hann vísindamæður? Já, hann var vísindamæður. Ok, þá trúi ég þessu. Svo næsta, ég þarf að lesa þetta á ensku. En ég ákvað að hafa þetta með það því mér fannst þetta svo skemmtilegt. Við þurfum líka að tala við enskumælandi hlustendur líka stundum. Já, það er nokkur aðnúti. Herru, hangry. Hungry and angry. Já, hangry is an actual word. Hungry plus angry. Eða þá ertu sveiður eða svangur og reiður. Eða rángur. Eða... Rángur? Já, það er eiginlega betra. Reiður og svangur? Reiður og svangur. Hlutir er rángur, maður. Já. Ég reyndar að verða svolítið rángur núna. Ertu að verða reiður og svangur? Já. Ekki bara svangur, ertu reiður? Líka reiður. Þetta er sennilega það sem hefur svona mest áhrif á mína geðsveiflu. Já. Eða bara skapiðið mér, það er hungur. Mitt líka, ég verð brjálaður, sko. Það var Kristófi Dignur, sameiginlegu vinnur okkar, hann passaði alltaf að við færum í hádegismat svona tildulega snemma, annars var maður bara ómögulegur. Passaði að fóðra, kallinn. Já, þetta er svona eina sem getur komið nú jafnvægi, það er svangur. Þá verð ég hangry. Já. En þetta er til allavega og svo er það næsta. En eitt hérna, hvort finnst þér verra að vera svangur eða þegar City skoraði á 90. annarri myndi? Æ, þegiðu maður, og íbarast það. Ég hef ekki leikar að koma mér í vondskapið hérna. Það er einn versta stund lífsmíns sem er enda að sína hvað ég hef átt þægilegt og gott líf en ekki tala um þetta. Ok. Herru, þá er það næsta. Samkvæmt rannsóknum færðu meiri velliðan út af því að borða súkkulaði en að kyssast og konur svöruðu þar í 60% af
konur sem voru spurðar. Þær vilja bara nammi, þær þurfa ekkert á okkur að halda, sko. Já, en koss eða súkkulaði? Súkkulaði. Það er náttúrulega að tala að stendur hérna French kiss, sko. Nei, það. Já. Þú ert með einhverjum sem þið ekki vendum? Alltaf nammi. Já, finna samt namminu. Kossin er hollari. Ég vil bara loka mig inn og borða nammi. Og með þess að, sko, þú ert að brenna kalóriur í kossinum á meðan þú ert að fitna í hinnu. Ég tygg svo fast. Svo að tyggja hann og brennir. Og tygg hátt. Já, herri, svo kemur eitt hérna sem er mjög steikt en engu að síður sturlu staðreynd. Pamela Vugts, 17 ára stelpa frá Hollandi, eignaðist barn á kickbox-bardaga án þess að vita að hún væri ólétt. Já. Það er í gangi þar, maður. Það hefur nú eitthvað verið brotinn pottur þar. En þetta er, sko, það voru myndir af hennu allt, sko. Já. Hvernig þetta, hún var reyndar ekki nema 17 ára greið, en hvernig... Hvað var hún, 200 kíló eða? Nei, hún var í toppformi. Ég sá myndir af stúlkunni, sko. Já. En hún veit ekki hún sé ólétt. Já, það er mjög skrítið, sko. Já, hún er örugglega ekki verið komin langt á leið. Nei, bara að koma heim, bara ástum mín, hvernig var það sem kickbox-pasta? Það var gaman, maður, ég er honum mamma. Ég er honum mamma. Já, ok, hvað gerðist þarna? En þá var þetta sturlu staðreynd og ég hef reyndar heyrt af þessu áður, sko. En sú mynd sem ég sá, það var á The Sun. Hún var einmitt vel í holdum sú kona, sko. Já. Sem vissi ekki að hún var ólétt, þannig að þetta er greinilega bæðið hægt, hvort sem þú ert vel í holdum eða í toppformi. Já. Viltu ræða eitthvað meira? Nei. Ok. Like-takkin á Facebook hét Awesome og var breytt í like á síðustu stundu. Þannig þú gæti verið að ég seti eitthvað status og þú fíla hann, þá aður er sett Awesome. Það var bara breytt fyrir síðustu stundu. Ég held að like sé nú skömminni. Ég set like á þessa staðreynd. Já. Svo gefur við næsta. Já, þú munt fá tölustæðin 5. Ég gerði daginn með Hjöppa. Okay. Þá var það tölustæðin 3. Ég hafði mjög gaman að þessu. Okay. Þannig ég ætla að prófa þetta á þig. Hugsaðu tölu. Og þið líka sem eru að keyra eða ég hugsa töluna 5? Nei, hugsaðu bara einhverja tölu. Akkur segir þú mynd þá tölustæðin 5? Af því að þetta enda þannig. Hugsaðu bara tölu. Ok. Hver er talan? Hún er hérna 6. 6, tvöfalda hana. 12. Bættu við 10. 22. Dragðu helmingin af. 11. Dragðu frá töluna sem hún byrjaði með og þú færð 5. Já. Ég hef gaman að svona rugli. Ok, þetta er magnað. Ég skal gera svona við þig. Þú myndi enda á tölunni 1. Hugsaðan tölu. Ekki eitthvað svona... Já, gott með það. Ekki eitthvað svona leiðilegur. Ég er gott með það. Ok, ég er búinn að hugsa tölu. Og hver er hún? 7. Dragði 6 frá henni. Kom 1. Shit, hvað var leiðilegur, maður? Ertu ekki að vinna við að vera veislustjóri? Ég er að djóka. Svona læst það. Ég er að reyna um styrlaða staðrindir hérna. Epli hjálpaði betur að vakna mótnana heldur en kaffi. Það er eitthvað efni í eplinu sem er sterkara en koffín. Það er heroin í eplinu. Það er eitthvað, þetta er styrlu staðrind, þannig að ef þú ert sippin á mótnana, þá er betra fyrir að fá epli heldur en kaffi. Þú vil það magna? Já, ég trúi þessu. Epli er líka svo góð orka. Þú veist, kaffi er svona skamtíma orka. Þú sér samt ekkert fyrir að fólk bara, herðu, ég var að taka eitt epli og síkó. Hvað þreyttur ég verið að fá epli? Er ekki eitthvað með epli hérna inni? Hvað er betra en fyrsta epli dagsins? Mér er samt að því að vorum að tala um hangry áðan og núna þetta. Mér finnst ef ég er svona pirraður og orkulaus, þá vil ég ávexti, sko. Það er málið. Já, svona ávaxtabúst eða eitthvað. Ég er að spá með banan upp á eftir. Herru, það eru 2 eftir. Það er ekki hægt, þetta fannst mér líka mjög skemmtileg styrlu staðrind. Það er ekki hægt að segja, ég var ekki að tala við þig kurteisislega. Og svo fór ég að prófa þetta, það er svolítið til í þessu. Ég var ekki að tala við þig. Ég var ekki að tala við þig. Ég var ekki að tala við þig. Já, ég var ekki að tala við þig. Þetta er aldrei kurteislega. Ég var ekki að tala við þig. Það er ekki hægt að segja þetta kurteislega. En ef ég segi, þú veist, haltu kjafti og þú bara, ég var ekki að tala við þig. Ég var ekki að tala við þig. Ég var ekki að tala við þig. Og ég steyðileg ekki það. Það er síðasta hérna. Svanir eiga aðeins einn maka alla ævi og eiga til að deyja úr ástarsorg þegar að makinn þeirra deyr. That's beautiful. Já, maður á að vera svanur bara. Já. En höldum áfram með Cozy mánudag. Þetta er flott lag. Heitir Scientist og er með Coldplay. 957 er Pottet 58 og kemur út föstudaginn 7. desember. Pottet 58 inniheldur 38 frábær lög. Meðal flytjanda eru Jennifer Lopez, Ásgeir Trausti, Pink, Coldplay, Adele, Justin Bieber, Þórunn Antonía og Ragnar Bjarnason ásamt Jóni Jónssoni. Alla vikuna kynnum við plötuna fyrir hlustendum, spilum lög og gefum myndtök. Fylgstu með á FM 957 og næl þeirri eintak af Pottet 58 sem er platavíkunar á FM 957. FM 95 lög á FM 957. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Cozy mánudag hjá okkur, þetta er Pink með Try.
Ekki að þetta sé eitthvað þungarokk, en jú, þetta kannski bara rólegt lag. Já, þetta ágætt. Kósí stemning hjá henni. Ágætlega kósí. Já, en það hins vegar komið að netmisnotkuninni hér hjá okkur Bjössa í þessum þætti. Þá gerum við þetta alltaf á mánudum og við erum með nýtt fórnalamb í dag. Já, af því að kósí þáttur, þá erum við með kósí fórnalamb. Já, við þurfum náttúrulega líka að tjekka gamla góða, sko. Þurfum aðeins að, því að ég og Jón Gunnar lásum aðeins hann á 50daginn með Óla Geir. Og ég ætla aðtöga hvað hann að venda í. Hann var nefnilega að bjóða sko á Facebookinu sínu á 50daginn að Óli Geir. Ef þú myndir læka status hjá honum, þá áttur þú séns að vinna Jagermeister handklæði. Nei. Jú, svo þú lækaði mynd. Þannig að gaman að tjekka hvað hann að fara í mörg læk þar. Ég ætla að hendur status hérna. Ég dreg einn út síðan í kvöld og hann fær tusku. Já, þetta er, ef þú skoðar líka, við skulum fara inn á Óla hér á eftir, við ætlum að byrja á aðal fórnalambi dagsins og það er Jón Jónsson. Já, það er komin tíma á hann. Já, þetta er, óskapað þjóðarinnar og hefur verið mikið í fjölmiðlum upp á síðkastið. Já. Var í sjálfstæði fólki daginn og svona og, ekki slæmt bein í þessum dreng. Nákvæmlega. Og við ætlum að fara hér aðeins inn á Facebooki hjá honum og það er eitt sem að vakti strax athygli hjá mér daginn, sko. Já, sko, málið með Jón er að hann heldur uppi sínu góða orðspori á Facebook. Hann setur bara inn svona jákvæða hluti og hann er svona ungur og ferskur Herbert Guðmundsson í líkama hemmagunn. Já, hann er svona blandað þeim tveim. Já, og Það er líka rosalega margir inn á hans Facebooki. Já. Það er rosalega margir sem er að skrifa, sko, og taggan. Vatnaru. Svo hérna er Ásdís Lilja á föstudaginn, sko. Nei, Ásta Lilja. Mömmu stoltið að rifna núna. Elsa mín rúllaði upp söngvakeppnin í Setrinu í kvöld með lagið Vetrasól. Jón Ragnar Jónsson og Friðrik Dór dómar á kvöldsins. Ásamt Gunnar Helga Kusu hann í fyrsta sæti. Já. Og þar koma 110 like. Og Jón náttúrulega lækar sjálfur og kommentar. Hún var frábært til lukku með hana. Já. Þú veist, hann er með gullhjarta. Æðislegt komment hjá hann. Og þú getur ímyndað hvað þetta er gert fyrir bæði móður og stúlku, sko. Já. Ekta Jón. Ekta Jón. Herðu, en sko, það er svo gaman, málið er að, ég veit að Jón er kominn í svona, þú veist, hann er búinn að mála sig út í hotn núna, sko. Hann vill bara setja inn hluti sem að fá góð viðbrögð. Já, sem að bara fá hellinga likes. Já. Og þú veist, það er skemmtilegt að sjá þróunina í myndum sem að hann hefur verið að setja inn, sko. Já. Og þú veist, ég myndi segja þetta byrji svona af einhverju viti þegar hann setur inn mynd af sér 19. júlí á Rássundavellinum í Stokkólmi. Þá er hann sérst í FH-búningnum og með alveg svona einhvern grjótarran svip og gullfallegur og svona. Hárið glæsilegt svona blaktir í vindinum. Hann fær góð 123 like á hann. Já, á þá mynd. Já. Og þar byrjar svolítið fíknin hjá John Johnson, held ég. Já, þar byrjar fíknin. Já. Og maður sér að hann er svona búinn að vera fikta eins og þetta, sko, að fá lækinn. Já. Og þarna svona kikkar hann inn af krafti. Já. Og það er líka að sjá þetta í Instagramin hans, sko. Mjög gaman á Instagramin hans. Að það er þú veist, hann er farin að vanda sig mjög mikið hvað hann setur inn, sko. Og til dæmis næsta mynd, þá er hann bara í sturtu með Íslandsmeistara bikarinn í FH-búningnum. Fær náttúrulega hellinga likes á það, ekki? Þetta er svo mörg ætt, skilur, hann í sturtu, hann í búningnum eitthvað og með bikarinn eitthvað svona. Þú veist, hann er búinn að alveg bara setja saman í eina grjótharða like-veislu þar. Og fær náttúrulega 397 like á myndina. Já, og þar triggerar fíknin ennþá meira. Hann var búinn að fá 100 okkar komin á bragðið. Já, þar er hann bara algjörlega búinn að lenda á veggnum, sko. Já. Á vegg fíknirnar. Þar byrjar like-ruggliðan, sko. Já, og sko þetta er enda 29. september, þannig er hann ekki búinn að setja neitt í 2 mánuði og 10 daga. Þannig að hann var að passa sig að velja eitthvað sem að myndi fá meira likes eftir síðasta mynd. Og eina ástæðin í rauninni fyrir að hann hélt áfram spila með FH-liðinu var til þess að geta sett inn þessa mynd. Ekki var hann nokkuð minna og ekki þá hann með til að lappa brjótamenn. Já, nákvæmlega. Hann er náttúrulega algjör hrotti, sko. Já, innst inni. Herðu, síðan líður og býður og 1,5 mánuður líður. Þá póstar hann bara einhverju grjótharðri mynd, þannig að ég er búinn að vera hann í sturtu með Íslandsmeistaratitilinn í búningnum. Hvað ég seti næst, þá ég seti mynd af Sólsetrinu og ég seti mynd af Morgunmatnum mínum. Nei, heyrðu, ég ætla bara að gera samning við Sony og taka mynd úr einhverju háhýsi og skrifa geðveikt fallegan texta. Og þar stendur: elsku vinir, 1000 þakkir fyrir frábærar viðtökur ykkar við Sony-fregninni. Ég er þakkláttur fyrir þetta tækifæri. Þetta er svona Óskarsverðlauna ræða bara. Ekki bara mynd úr háhýsi, heldur bara Óskarsverðlauna ræða, sko, og bara ég stalst til að
taka þessara mynd á 32. hæð Sony byggingarinnar, ljúfa stundir, broskall. Heyrðu, hann fær lítil 966 like á þetta. 966 like. Það í gangi, maður. 55 komment. Já, vá, ég veist ekki að vera komin í svona mörg, maður. Og sko, bindur þetta svolítið saman að sko síðasta kommentið frá honum Erpi, bara djöfull ertu fínn náungi maður. Herri, þetta 11. október og hann náttúrulega, þú veist, þarna hann bara algjörlega komin út í hotn og ég þekki Jón, ég veit hann hefur verið að missa svefn þarna bara, hvað set ég næst? Já, hvernig þetta topp eitthvað sem fær 900 eitthvað likes? Já, þú veist, þetta svolítið sko ímyndaðir, Tom Hanks, hann búinn að leika Philadelphia 93 á Óskarinn, búinn að leika Forrest Gump 94 á Óskarinn og það ekkert eitthvað bara, heyrðu, ok, á ég að leika í bara, þú veist, The Mask Returns 3. Nei, það þarf að velja. Það þarf að velja vel, skilur við. Þannig að hann býður aftur í 1,5 mánuð. Já, hann að taka þetta svolítið á 90 daga fresti. Já, hann gefur sér svona, 40 til 90 daga. Að hugsa góða mynd sem fær hellingalikes. Já, hann liggur þar undir feldi, sko. Þá hugsar hann, sko, hann átt að sjá því í nóvember, heyrðu, ég og kærastan við eigum sambandsamæli í lok mánaðarins, maður. 10 ára sambandsamæli, það ætla að hlaðja eitthvað grjóthart og hann er líklega að fara í einhverja myndatöku með hann og svona eitthvað svona. En svo hugsaði hann, ég ætla að setja inn bara mynd frá því við byrjuðum saman. Eina gamla góða, sem eru bæði svona ung og hress. Já, hendir henni inn, hér ber að líta 10 ára gamla mynd af mér og Hafdísi, en í dag einmitt 10 ár síðan við byrjuðum saman. Þá breyttist líf mitt til hins betra. 616 like. Þetta óþolandi, maður. Já, þetta hann, sko, þannig að þetta kom inn hvenær? Í lok mánaðarins, ekki? Þetta kom inn, sko... 28. nóvember. Jú, þannig að við megum, ég myndi skjóta á... Það var eitthvað í janúar, eitthvað svona... Ég held reyndar að hann muni henda einhverjum jólinn, sko. Já. Hann örugglega búinn að kokka það eitthvað upp, sko. Þá hann örugglega, sko, bera ofan með jólasveinaskegg að, þú veist, bjarga barnið út úr brennandi húsi á meðan hann er að gefa til bástadra í henni hendinni. Má sjá, Óli Geir, ég ætla bara að tjekka þetta í lokin hvernig gamli kóngurinn okkar hefur það. Hann setti hérna inn á 50. Ef þið lækið þessa mynd, þá getur unnið hangklæði, Jagermeister hangklæði. Gef mér lækið þið langar í svona Jagermeister hangklæði og hann er komin í 124 likes. Það er ekkert annað. Spáðu hverju líkir Jón og Óli Geir. Jón er annars að posta mynda sér svona 10 ára sambandsammæli og með Íslandsmeistaratitilinn og eitthvað Sony hérna háhísinu. Óli Geir er að gefa Jagermeister hangklæði. Þetta er bara svona þetta stundum. Þetta var netmistnótkunin þennan mánudaginn. En ég held að sé ekki að þetta fá mikið flottara lag á róluðum og kósi mánudegi heldur en Yellow Leadbetter með Pearl Jam. Sælt er að gefa gallafatnaðinn frá Lí jólin, Geysir Skólavörðustíg, Akureyri og Haukadal. Sýnalkó og lakrísur virkar. Samfilm og Warner kynna eina mögnuðustu mynd ársins. The Dark Knight Rises. Tony, you're retired. I'm retired. The Dark Knight Rises komin á DVD og Blu-ray. Safnaðu 5 ljómandi strikamerkjum. Taktu þátt í ljómaleiknum á ljómi.is. FM 95 blöð á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Þeir eru hlusta hér á Ötta og Bjössa á þessum mánudegi og ég var nú að lesa bara hérna aftan á fréttablaðið Björsi að ég veit alveg hvað mun fá helling á likes á Jóni Jónssoni næst. Já, hann er komið næsta status. Já, hann náttúrulega hendur í einhverja bumbumynd. Já, það er erfingi á leiðinni. Það verða 1000 likes þar, já. Ég er að segja þér það. Þannig að við erum búin að finna fyrir hann, næstu mynd. Já. Ég er að spila eitthvað gott jólalag hérna eftir. Hvað er svona Má ég borða á meðan við erum að útvarpinu? Já, við náttúrulega erum að fara hérna í nýjan dagskrárlið samt, sko. Borðaði í beinni? Borðaði í beinni, já, virkilega skemmtilegt. þar sem að Björn Bragi... þar sem að hlustendur getur að heyrt mig borða. Já, og giska á hvað hann er að borða. Nei, það er svona uppáhalds jólalagið þitt. Herðu, ég get svarað þessu. Já. Það er fyrsta sæti. Það er allt breytt vegna þín. Þess að slagið heitir Þú komst með jólinn til mín. Ok. Í öðru sæti, Ég hlakka svo til, Svölu Björgvins. Já. Þriðja sæti er Jólahjól. Já, ok. Og Ef ég nenni, saman í þriðja sæti. Já, ég var nefnilega að henda þetta næst í Ef ég nenni. Þetta eru íslensk jólalög.
á erlendalistanum, fyrsta sæti, Merry Christmas Everyone með Shakin' Stevens. Vá, hvað þú ert búin að pæla í þessu maður. Svo veit ég ekki alveg annað á 3. sæti. Já, það ekki það svo ógeðslega flott lagið. Ertu með Ég hlakast til, hendi það frekar? Viltu það frekar? Já, ég veit líka hlustendur vilja frekar það. Ég hlakka svo til? Já. Það ok, maður sjá. Og ég vil að þið syngi með. Það komast allir jólafinningu það. Okkur finn ég það ekki hérna? Ég ykkur vesinum með þetta, við þurfum að spila jólalag bara eftir. Ég vil líka, við opnum það fyrir síman og lefum fólki að velja hvað. En þú setur ef ég nenni? Ef ég nenni, nei. Já, fyrir jólalagkeppni á eftir? Já, hvor okkar spila flottara jólalag? Já. Ég til, já. Fáum allir að geima bara bæði laun. Eða hvor okkar spila verra jólalag. Gerum það frekar? Nei, það keppni hér á eftir. Akkur ekki? Hvor okkar spila. Það bara flottalega keppni. Þú þarf að velja eitt jólalag og ég eitt. Ok. En þú ert þannig basically búin að segja hvaða lag þú ætlar að velja. Nei, ég ætla að velja eitthvað nýtt. Já, ég reyndar gæti hendi í eitt grjóthart. Það þarna á sleða, á jólum, á sleða. Það ekki það. Ég get lofað þér. Það einu sem ég get lofað þér. En, viltu að fara í nýja dagskrárliðinn? 7 skrítnar spurningar. Já. Hvernig líst þér það? Mér líst ágætlega. Ok, voðalegt. Já, ég er svo svangur, ég held að þú myndir spila lag og ég geti borðað eins og eitthvað. Herru, þú varst að geta rétt á hann, fyrir utan það. En við ætlum að byrja hér nýjan dagskrárlið sem heitir 7 skrítnar spurningar og þetta verður alltaf á mánudum. Það er að segja ef þetta fer vel í þig og landan. Já. Ertu tilbúinn? En á ég að svara þeim? Nei, bara við getum rætt það, svona pínas og styrla staðrindin, en þetta eru 7 skrítnar spurningar. Ok. Fyrsta af hverju eru föstudagar svona nálagt mánudum en mánudagar svona langt frá föstudagum? Ok. Þetta er kannski ekkert skemmtilegt. Jú, þú veist, þetta er svona... Mér finnst þetta áhugaverð spurning. Já, þetta er fín pæling, sko. Þú veist, þegar það er föstudagur, það er svo stutt í mánudaginn. Já. En á mánudagum, þá er frekar langt í helgina. Já. Svo er það næsta. Og það er ekki gaman. Nú er ég allir að stressast upp, þetta sé ekki góðu dags. Já, þetta er líka að trúa hann. Ef Dominos er núna að nota alvöru ost, hvað voru þeir þá að nota áður? Býttu nú við. Það er eitthvað real cheese núna, þetta er í Bandaríkjunum, sko. Já. Svo er það þriðja. Hver réði stafrófinu? Þetta er ekki góðu liðum, maður. Þetta er svona, þú veist... Ég er að fá óþægindasvita hérna. Sko, þetta er skemmtilegt. Málið er auðvitað. Já. Þetta eru spurningar sem að vekja fleiri spurningar, sko. Já, það er það sem þetta gengur út á, sko. Þetta eru rhetorical questions. Já. Þegar Buzz Lightyear tala spænsku í Toy Story 3, tala hann þá ensku í spænsku útgáfunni? Já. Ef þú kúkar á sápu, er þá sápan óhrein eða kúkurinn hreinn? Sápan óhrein. Hvernig spegill á litin? Glær. Shit, hvað þetta er leiðilegur liður. Þetta var í fyrsta og síðasta sinn sem við höfum í skrítnar spurningar. Þú hefði svo miklu að trúa þessu. Ég var þvílitt spenntur fyrir þessu. Þetta eru Snow Patrol hér með Chasing Cars á gósi mánudegi, en það er hins vegar komið að, nettri svona flottulega keppni hjá okkur Bjössa. Já. Við vorum að þrasa hér um aðan hvað væri besta jólalag. Já, við ætlum að fara báðir í íslenskt jólalag. Já. Og spila okkar upp á jólalög og sjá hvað hlustendur segja. Það er það bara fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Já. Ok, þá er það bara hérna. Þið ringið svo, kæru hlustendur, í 511-0957 og kjósið hvort lagið ykkur finnst flottara. Hvort viltu vera á undan eða eftir? Eftir. Þannig að ég byrja. Mitt er sann, sko, ég held ég hef sagt þetta oft, mitt er svolítið greinilegt, sko. Ég hef engar áhyggjur, sko. Nei, ég veit ég er að fara að vinna því að þetta er eiginlega svona besta jólalagi. Þetta er kannski ekki jólalegasta jólalagi, en svona eitt af besta. Já. Við byrjum þá á mínu. Ég spila hvað, 90 sekundur úr því og þú 90 úr þínu. Hvað svo leys. Ok. Þetta er mitt. Það er King Helgi Björns með Ef ég nenni. Og ég held að sé margir að nútið sammála með fólk kemst í jólaskapið þetta. Ég held að sé kannski einhver að fara að ringja inn ef þeir nenna. Jólakeppnin okkar Bjössa. Við erum að keppin hvor okkar með betra uppáhalds jólalag. Þetta er samt ekki svo jólalegu texti ef þú hugsaður út í. Nei, þetta er þannig alls ekki, sko. Hann ætlar að gefa henni eitthvað ef hann nennir því. Já. Það er svona eins og hann sé bara þunnur og þorláka eitthvað. Já, þetta er nenni. Hann er svona smá öddi í honum. Þunnur og þorlák. Þess er þetta uppáhaldsjólalagið mitt. Hvenær ætli Gunnar Helgason, hann er búinn að skrifa okkur bækur, hann er eitthvað Víti í Vestmannaeyjum og Aukaspinn á Akureyri. Hvenær ætli hann skrifi ævisögu þína Þunnur og þorláksmessu? Ég er aldrei þunnur í jólinn. Ég er algjört jólabarn og afmælisbarn. Það er svona, ég get gefið sjálfur mér pluss í kladdan fyrir það. Þetta er mitt lag hér og þá okkur með þér, Bjössi. Hvað ætlar þú að spila í þessari keppni? Sko, ég vil bara... Er það lagi sem þú sagðir áðan kannski bara? Ég ætla bara að byrja að segja hérna hvað ég fann að hlakka til jólana og þessar yndislega hátíðar sem að ég er að fara að eyða með fjölskyldu og vinum. Veit ég hvað lag þetta er. Og ég ætla að spila hérna lag sem að ég veit að svona á sérstakann stað í hjörtum okkar allra
og svona, þú veist, þegar ég hlusta á það, þá vil ég bara svona aðeins svona bara... Farðu ekki að grenja, segðu okkur slaki bara aðeins á og hugsið bara góðar minningar og það styttist í jólin og ef þið eru í prófum og það fljótið að þau verið búin og svo vil ég minna á dagurauðanessins, söfnun UNICEF á föstudaginn. Verður ekki að tengja það við jólalagið? Ef þið ætlið að taka þátt í henni og styrkja gott málefni þá veit ég að þetta lag sem þið kunni vel að meta. Þetta er greinilega keppnin Ég hlakka svo til eða ef ég nenni. Þetta er svona aðeins barnalega en mitt sko. Nei, þetta er Queen Suella Björgvins. Þetta er aðeins barnalega lag. Þetta er frammeðans Bjössa hér í þessari jólalagakeppni. Frábært lag sem ég veit að kveikir margar góðar jólaminningar og... Þetta er flott lag, við gleðum það. Gleymum því ekki að það er fólk sem á sárt að binda þessar myndir en við viljum samt að njóta jólana og hugsa með hlýhug til þeirra, til náungans. Þá er bara og hlusta á Ég hlakka svo til, þetta frábæra jólalag sem að Svala Björgvins gerði ódöðlegt. Opnaðu fyrir síman og sjáum hvað hlustendur segja. Hvort lagið finnst þér betra jólalag? Þetta er náttúrulega munurinn að þið var lag og ekki lag, sko. Já, ok. Náttúrulega Helgi Björns náttúrulega bara legend og kann bara syngja og á þetta var alveg skilu, þannig að Auði fær mitt atkvæði. Auðvitað ánægð með. Hvað upp á jólalagið þitt? Já, það er lagið með Helga Björns. Það er lagið með Helga, þá erum við sammála því. Það er ekkert lag flottara. Það glæsilegt, takk fyrir að hringja. Það er 1-0 hér í þessum skemmtilega leik. Hvað upp á jólalagið þitt? Hvort lagið finnst þér flottara? Halló? Ertu að það? Nei. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Það er klárlega Svala Björgvins. Já, það held ég. Svala Björgvins. Ertu farin að laka til jólana? Ég er að deyja, ég er spennt. Hvað er upp á jólalagið? Vá, þau eru svo svakalega mörg. Ég gæti aldrei sagt eitthvað eitt. En maður kæsti svo mín jólafíling að ég heyra, ég hlakka svo til. Algjörlega. Ég held að mitt upp á jólalag allra tíma sem sé Oh Holy Night. Það hefði verið órólegt. Já, ég gæti ekki sett það í þessa keppni. Það er samt svona kirkjulag. Já, ég sammála því. Já, en takk fyrir að ringja, það er 1-1. Og við fáum hér næsta hlustanda, FM 95 Blöð, góðan daginn. Hvort fannst þér betra? Já, góðan daginn, það er Auði. Það er Auði, ef ég nenni. Já. Glæsilegt, takk fyrir það, vinnur. Takk. Ok, staðan er 2-1, það er spennu í þessu. Hvort lagið fannst þér flottara? Hörðu, það er Svala. Það er Svala. Hörðu, það bara skiptast á hérna. Helga Björns og tróða þessu sóleskýningi. Hvað snýður þau? Helga Björns að tróða þessu sóleskýningi. Slökum. Ég er mjög slagur, sko, þetta er bara ekki gott lag. Já, ok. Það er misjafn smekkur í á mönnum, en ég þakka fyrir að ringja. Takk fyrir þetta. Ok, unnur, staðan er 2-2. Já, þetta er spennandi. Hvort lagið fannst þér flottara? Mér fannst að sjálfsögðu ég hlakka svo til eru betra. Já, það er bara þannig. Nei, það er ekkert endilega betra. Það eru fálög sem koma í meira jólaskap. Og ekki bara þetta frábært lag, þetta er líka mjög gott svona málfræðitæki sem gera pínlítið óþolandi en þetta er mjög almennt gott lag. Það er enda rétt, það er líka. Já, ég hlakka svo til. Já. En ok, þá er Björnsson komin yfir 3-2, takk fyrir að ringja. Já, bara verið eitthvað. Takk hjá það og þá tekum við á næsta. Hvort lagið fannst þér betra? Þetta er ekki erfitt okkar mínir. Nei, ég er alveg sammálaður þar. Sko, þetta er ef ég nenni, Helgi Björns, þessi maður er konungur. Hanna, 3-3. Ef þú vinnur þetta ekki, þá er eitthvað að. Já, þá er eitthvað skrítið. Eitthvað skrítið í gangi. Herru, takk fyrir að ringja hennur. Þú ert bara að fá atkvæði út á Helga Björns, ekki lagið. Bara topp lag. Hvort lagið finnst þér betra, kæri hlustandi? Herru, það er ef ég nenni. Það er ef ég nenni. Þetta er spennandi, maður komin 4-3. Ég þarf eitt atkvæði viðbót, takk hjálpa fyrir þetta. Takk. Og fáum hér næsta, hann gæti tryggt með sigur, FM 95 Blöð, góðan daginn. Góðan daginn, það er Helgi Björns. Helgi Björns, 5-3. Þakka hjálpa fyrir það, þú heitir? Bryndís. Bryndís, og hvert er þitt uppáhaldsjólalag? Komdu jólin. Komdu jólin. Það er þetta ágætt líka. Herru, takk fyrir að ringja. Takk. Ok, bye. Ég er svo móðgæður, sko. Svona er þetta bara, Björnsson minn. Nú veitu það, ef ég nenni, við þurfum að spila það hér á eftir. Það er jólalag okkar Íslendinga. Ef við nennum. Samkvæmt hlustendum FM 95 Blöð. Ef við nennum. Jóladagatal FM 957. Fylgstu vel með í desembermánuði þar sem við munum 3 sinnum á dag opna glugga í Jóladagatal FM 957 og gefa vinninga.
Vinningarnir eru gjafabréf frá Body Shop, gjöf sem gleður, gjafabréf frá Topshop Kringlunni og Smáralind, gjafabréf frá Hljóðfærahúsinu, skemmtispilið Skrýpó frá höfundum Fimblefamps og gjafabréf frá Kringlunni þar sem þú færð allar jólagjafirnar á einum stað. Allir vinningshafar fá einnig kippu af Egils Malt og appelsíni og pippmóla frá Nóa Sirius. Skráðu þig strax á heimasíðu FM 957, hlustaðu eftir orði dagsins á FM og við gætum hringt í þig. FM 957, gleðileg jól. Fríkor. Virkvöld á FM 957 frá klukkan 9. Skemmtun, leikir og topp. Nýr matrill á rói.is. 25% afsláttur af öllum sókum pítsum. Rói Hættur, sími 554 44 44. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Há rétt hjánum og hér rétt handa við hotnið jólalagi sem þið kusuðu kæru hlustendur. Það Ef ég nenni með Helga Björns. Það verður fyrsta jólalagi í þessum þætti bara þetta árið. Já, ég er ekki múin að jafna með þetta tap. Nei, ég er aldrei gaman að tapa. Nei. Og það sko, að tapa fyrir mér svona eins og að fá raflost. Þetta eitthvað sem venst ekki. Ertu tapsar á eðlisfæri? Við höfum ekki keppt oft. Það málið? Þú ert í fótbolta og svona spilum. Mjög tapsar. Já. Brjálaður. Það líka miklu skemmtilegra að spila á svoleiðis menn sem eru með smá keppniskap. Ég veit það. Og þannig á það alltaf að vera. Og svo strax eftir Ef ég nenni með Helga Björns ætla ég að spila mitt uppáhald svona rólega lag. Já. Á Kósi mánuði, en Björnsi, þú ert með eitthvað. Ég er með smá upplýsingar að það hérna, sko, þegar þú ert búinn að vera í makaleit, mjög svona grimt. Hættu þessu. Já, þú ert svona búinn að vera, þú veist, svolítið svona þurfandi held ég að sé orðið. Nei, hættu þessu. Þurfandi er orðið. Hérna, en sko, ég ætla að benda þér á annan möguleika, sem er að fá þér hund. Já, ég og Hjöpp erum að leita hund. Svo ætla ég hann saman? Nei, bara hann ætlar að hjálpa mér að finna einhvern góðan hund. Ég er svona án alls gríns er ég að spara að kaupa mér hund, sko. Hvað, þú er að sjá eitthvað hann? Já, hvað er að fólki í kringum? Hvað heldur að halda allir, ég er 32 ára, heldur ég ekki séð hund? Þú ert ekki ábyrgur. Jú, þetta er illa sagt að ykkur. Nei, hann þarf mjög mikla athygli og ástúð og umsjón. Já, ekkert nema athygli og ástúð. Já, hvað, ætlar að vera með hann í stúdíónu? Nei, hann lítur nú að geta verið, já, þú meinar. Já, ég getur þetta að taka hann þetta með mér, já. Já, ég er enda myndi fíla það. Já. En sko, ég er hérna með, þú veist, lista, ég er ekki búinn að fara alveg nógu vel yfir þetta, ég veit ekki hvort það sé eitthvað vit í þessu. Ég verð sko, sérst, kosti þess að eiga hund frekar en konu. Já, ok. Mann eins og mig. Fyrir mann eins og þig, sko, þetta er svona eitthvað sem þú getur íhugað allavega. Ok, hvað er með? Sem sagt, sko, því seinna sem þú kemur heim, því meira ánæður er hundurinn að sjá þig. En það er akkurat öfugt með konuna. Já, það er akkurat á meðlum. Já. Það er eitthvað að maður kemur seint heim. Það er góður punktur. Hundurinn er vel spenntur þegar þú kemur. Já. Með þetta sé hundlatur. Hundurinn mun ekki pæla í því ef þú kallar hann nafni einhvers annars hunds. Hvenær er það að fara að detta inn samt? Ég veit það ekki. Ef ég á hund sem heitir til þess, mér langar rosalega að skýra hann Cobain. Cobain? Já, eða Kurt. Cobain er náttúrulega bara eins og að segja Kolbeinn á hollensku. Ok, Kurt þá. Kurt? Já, ef ég segjum að hundurinn minn heitir Kurt, af hverju ósköpunum ætti ég að kalla hann eitthvað annan nafn? Kannski kallar hann Dave, allt í einu. Já, eða Snoddas, eins og gamli hundurinn minn hitt. Ok. Hérna, hundar kunna meta það þegar þú skilur eftir hluti á gólfinu. Foreldrar hundsins eru aldrei að fara að koma í heimsókn þinn. Ég ætla að vona ekki. Hundum finnst það fyndið þegar þú ert fullur. Hvað, ert þú að búa þessa til sjálfur? Nei, það stendur hérna. Finnst þeim það? Hundum finnst gaman að fara að veiða og já, að fara á veiðar. Já, ég er nú ekki mikið að veiða, sko. Það var bara kettlingar. Þetta er vond lína. Heyrðu, þessi er svolítið skrítinn. Hundur mun aldrei vakna upp miðja nótt og spyrja, ef ég dey, myndu fá þér annan hund? Hvað eru konur í því? Já, ég ekki, það eru konur sem ég þekki. Ef hundur eignast börn, þá getur þú sett auglýsingadagblað og gefið þeim. Er það eitthvað sem menn vilja að gera með venjuleg börn? Þetta er aðeins að dafna það. Já, þetta er svolítið skrítið. Ég tek að fram að ég bjóð hennar lista ekki til. Þetta er af internetinu, sem hefur endur ekki logið okkur hingað til. Hérna, hundur leyfir þér að setja á gaddavúl án þess að kalla þið pervert.
Ef að hundur... Það voru ljótt að fara að kalla með berra í sitt óláðan. Ef að hundur finnur lykt af öðrum hundi, þá verður hann ekki reiður, honum mun finnast áhugavert. Og að lokum ef að hundur fer frá þér, þá mun hann ekki taka helminginn á dótinu þínu. Já, það er svona ákveð ding! Já, fínt að enda þetta svona björlu. Ég veit ekki alveg með hennar lista. Nei, það var 1 og 1 þarna skemmtilegt. Já. Takk fyrir þetta. Þetta var munurinn á hundum og konum að mati... Ekki að mínu mati. Þetta var á internetinu. Já, þú varst með fullt af góða punktum hann, ég verð að gefa það. Ekki þetta lag. Þetta lagið sem vann flottulega keppninni hér áðan og ekki gera mér þetta. Að sjálfsögðu að spila sigurlagið. Þetta fyrsta og eina jólalagið okkar í dag. Við munum spila svona 1-2 jólalög á dag fram að jólum. En ég hlakka svo til sem að Bjössi kom með mynd með. Þetta að sjálfsögðu King Helgi Björns með Ef ég nenni. Ég vil meina sko að þú hafir verið að fá svolítið mikla forgjöf af því að Helgi Björns náttúrulega, eins og þú segir réttilega, King Helgi Björns. Menn voru að kjósa svolítið lagi bara út af Helga Björns. Já, bara því að finnst lagið með King Helga flott. Nei, þau vildu gefa King Helga atkvæði. En hvað uppáhalds jólalagið á ensku? Ef við út í það farið. Það er Merry Christmas Everyone með Shakin' Stevens. Já, og sagði það með Snow is falling all around me, children play. En finnst þér ekki flott að búa að setja það yfir íslensku? Ekki eins flott sko. Nei. Með ladda. Já. Það er fínt sko. Snjókótt falland. Já, það er fínt. En hitta er einhver svona, það er svo góð feelingur í hinuleginu. Já, reyndar. Það er the genuine. Spilum það nú eftir. Það er eðal jólalag. Kannski í lokin. Er ekki ágætt bara því að það er 3. desember. Það er ekki alveg, þú veist. Mér finnst það að spila bara jólalög. Nei, anskotin. Einhvern tímann var bara jólaútvarpsstöð. Já, ég meina, létt 96,7 breytist í jólaútvarpsstöð bara í desember. Er það málið? Já, bara spila jólalög held ég. Akkur eru við ekki þar? Það er alveg ennþá 21 dagur til jóla. Mér finnst það svona í kringum 15. desember, þá mega að vera fleiri jólalög. Mér finnst í kringum Airwaves hátíðina, þá ég að byrja að spila jólalög. Já, þetta inn. Aðra helgina í október. Bara alveg hellika jólalög. Það er að koma Airwaves og við ætlum að spila hérna HLH. Nei, ekki jólin. Já. En ert þú svona Airwaves típa? Ferðu á Airwaves? Nei, ég get ekki sagt það sko. Nei. Ég hef farið á Airwaves, 3 ára eða eitthvað. Man áður að duglegri við þetta sko. Það er bara alltaf eitthvað uppselt bara, þú veist, núna á hátíðina 2017 og ég er ekki það mikill fan að ég nenni að vera pælið í svona snemma sko. Nei. Já, maður þarf að verða þessu út miða snemma. Já. Ég var að lesa þetta á netinu, sko, höfrungar, þeir eru alltaf að sökva dýbra og dýbra hjá mér í áliti. Já, hvað er núna að gera? Það var höfrungur hérna í SeaWorld og 8 ára stúlka, Gillian Thomas heitir hún. Hún ætlaði að gefa þeim bara svona borða og einn höfrungur réðst á hún og beit í hendina og var að draga hann út í vatnið og hún er stórslös og það er verið að fara í mál við SeaWorld. Já, við höfrungin. Hann er búinn að ráða sér geðveikan lögfræðing. Það er einhver höfrungavinur hans. Nei, það er allavega... Höfrungar, það er ljótt að segja, eftir ég byrjaði F9 blöð, ég var rosalegur aðdáandi höfrunga. Já, þú ætlaði að fá þér höfrung. Já, ég var að spáði. Láta að setja svona sundlaug og vera með höfrung í garðinum. En þeir eru bara að lækka rosalega álítið. Þeir eru svona grimmt í þeim, sko. Já, bara bad creatures. Það er alltaf eitthvað vesen að þeim, sko. Já. Stofnandi gengi og ráðast á aðra höfrung og berja og spekla sig og, já, þetta er ekki að grúsi og spekla sig, er það vont? Nei, mér ætla bara svolítið fyndið, það segir svolítið höfrungar. Þeir eru bara eitthvað búið til eitthvað gengi og ráðast á einu dýr og spekla sig. Nei, það var sturlu staðrind í daginn og höfrungar hafa virkilega gaman að sjá spegilmynd sína. Já. Og skoða hann alveg lengi. Þeir eru líka fallegir. Já, já. Maður getur ekki, maður lágur þeim ekki að vera að kíkja í speil. Nei, nákvæmlega. En allavega þá þessi höfrungur í vonduballum í SeaWorld. Já. En ég sagði áður en að við fórum í jólalagið Ef ég nenni með Helga Björns að ég ætlaði að spila svona uppáhaldsrólega lagið mitt. Já. Lag sem að mér finnst alveg geggjað og ég ætlaði nú að hafa í flottulega keppnina mútið Hjöppa hérna síðasta 5. en svo var hann ekki. Já. Og svona áður ég setja á hvað svona þitt uppáhalds af því að nú svona cozy mánudagur hjá okkur. Já. Og ég ekki að fara að spila Society þó ég spila það mjög oft. Já. Hvað svona þitt uppáhalds? Rólega lag. Já. Það Forever Young. Forever Young. Já, ég getum sett það á eftir. Það geðveikt lag. En viltu að fá það í Jay-Z-útgáðinu? Nei, alls ekki. Ég vil fá það með þýsku hljómsveitinni Alphaville frá árið 1984. Það er ekkert annað. En byrjum á mínu uppáhalds rólega lagi og ég held að þú fílar þetta nú líka. Þetta er fallegt. Guns N' Roses. Þetta eru fallegi tónar. Já, með lagið Don't Cry og sveimið á að þetta er ekki eitt flottasta lag bara sem við komum frá þessari hljómsveit og þeir tróðu óvænt upp í Vegas daginn. Voru bara inn á einhverju skemmtista. Það fór ekki vel. Voru í stuði á hvað að spila. Bókvikunar á FM 957 er Hringurinn.
Hörku spennandi fantasía sem hlaðin spennu og full af göldrum, ást, dauða og vináttu. Eins og sambland af hungurleikunum og Harry Potter. Fylgstu með á FM 957 og þú gæti næstir í eintak. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eysteins drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Jólahádegistónleikar Fabrikunar á morgun. Þjóðargerseminn Bjartmar Guðlusson flytur lög af nýútkominni afmælis- og ferilsplötu sinni, Sumaliði, Hippin og allir hinir. Bjartmar, við elskum þig. Bókaðu borð í síma 575755 eða á fabrikan@fabrikan.is. Hamborgarafabrikan. Vertu velkominn. 10 ára afmæli Snókur á Púlstofunar Lágmúla 5. Dagana 7. til 13. desember spilaru frítt Snókur á Púl og fara bjórinn á aðeins 490. Snókur á Púlstofun, Lágmúla 5. Mér líður bara hvergi betur. Þetta verða löng jól og hraðinn á jólaljósi Tals hefur aldrei verið meiri. Við bjóðum þér aðgang að bæði ljósnetinu og ljósleiðaranum. Gleðileg ljós. Tal. Svona á samband að vera. FM 95 blöð. Á FM 95. Sumir fá sér eina, aðrir fá sér 2, en flestir fá sér helling. Hvernig vilt þú þitt Nóakropp? Nóakropp. Brakandi snilld. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Auði og Bjössi hér með ykkur til 6 í dag í Fanta Feeling og já, eins og þið sem eru búin að vera að hlusta ættu að vera að fann átt ykkur á og þá er Cozy mánudagur hjá okkur. Já. Þú vorum að spila hérna Don't Cry með Guns N' Roses. En það verður ekki Cozy í kvöld þegar þú mætir í fótbolta með mér. En það er mjög gaman að segja frá því að við vorum að rífast hérna aðan hvor okkar væri skárið fótboltabæður og svo er ég bara að fara að mæta með þér í bolta. Ertu alltaf í bolta á mánudagum? Já, það er alla mánudagar sko. Já. Við erum mest deild og svona mikil barátta sko. Ég hlakka til að prófa. Já, ertu sko, hvar er fótbolti svo íþrótt sem þú ert bestur í? Af íþróttum, skilur þú? Já, svona þegar ég var alast upp og svona. Já, það er bara, þú veist. Já, ég held það. Ég var mest í fótbolta og körfubolta. Já, prófaðir einhverja svona skrýtnar íþróttir? Nei. Það er kannski ekki mikið þær svona á Sauðárkróki. Nei, ég fór einu svona frjálsíþróttaæfingu. Ég var alveg snöggur sem gutti, sko. Já. En ekkert þannig, veist, ég gæti ekki verið að keppi í 100 metrum. Ég var ekki það snöggur, sko. Nei, mitt. En ég prófaði hérna til dæmis vinur minn Biggi, hann var mjög góður í spjótkasti. Hann var að æfa það og mér langaði svona að prófa að æfa það með honum. En ég fann mig ekkert í því, sko. Það er alltaf eitthvað svona spjótkast og eitthvað svona út á landi. Já, það er mjög algengt. Svona, þú veist, landsmót og svona. Já, sem ég vil líka þessu og svona. En þú, hver er þín svona skásta íþrótt? Sko, það er nú fótbolti. En ég samt prófaði allan andskotan, sko. Það er, þú veist, handbolta og körfu og frjálsar og taekwondo og eitthvað svona. Nó, fórst í taekwondo? Gott, ég mætti ekki á eina borðtennisæfingu líka. Já, ég er þetta að fara á borðtennisæfingu í Svíþjóð. Fyrst áttaði ég maður. Ég held ég væri fínn í borðtennis. Svíinn er helviti góður í borðtennis. Ég átti ekki breyk það, sko. Ég er nefnilega, sko, það sem ég sé mest eftir á mínum íþróttaferli er, sko, þegar ég var hérna 6 ára, þá vildi amma að ég færi að læra dans. Já. Og ég bara þvertók fyrir það, þess að ekki séns. Mér fannst það eitthvað... Hljómaði illa þá. Já. Báði hvað það er greitt að því damaður. Já, amma sagði við mig, sko, ég skal borga 5.000 kall ef þú æfir dans einn vetur. Já. Og ég, þú veist, skilur sem var náttúrulega eins og bara 100 skall í dag, skilur við. Þú veist, þetta var 1930. Ég ætla að amma hennar penning með. Amma er svo múruð, sko, hún er alltaf eitthvað Liam Ritchwell gríni á Twitter. Það er samt eitthvað að amma henn sé að rétta 5.000 skall fyrir að dansa, en Nei, alls ekki. Hún bara vissi sem var, skilur við. Já, sem var hár rétt henni líka. Já, það myndi kom mér vel og hún kannski átti að sá því að ég var ekki að fatta það en hún sagði, ok, ég skal borga 5.000 skall ef þú fer í dans. Og ég sagði bara nei, ég bara get ekki ferið í dans, mér verður bara strýta því. Djöfull sem ég sé eftir því í dag maður. Já, ég hef alveg verið til að æfa dans. Já. Það er bara hjálpa manni að helling held ég. Og það er líka, það var í Sturlun staðröndum daginn og þau kærustu pör sem æfa dans saman eða fara svona á einu sinni viku og dansa. Já. Það styrkir sambandi vist gríðarlega. Já. Það er ekkert of seint fyrir að fara að læra dans. Æ, mér veist eitthvað svo. En gasta eitthvað í körfubolta? Þú varst yngri. Þú veist, ég var svona, skilur, ég var eiginlega í öllum þessum íþróttum. Það var bara, þú veist, ég var fínn, fattaru, en ég var aldrei eitthvað svona að ég væri eitthvað að fara... Þú varst oftast kosin 5.
5. í öllum íþróttum en ekki fyrsti í neinni. Eða fyrstur í neinni. Já. En það ekki svona, ekkert eitthvað 5 af 6 samt, skilur það var þá 12, skilur 12 í hópnum. Svona meðalmaður í mörgum íþróttum. Já, ég myndi samt segja alveg svona fram á úlingsár hafi ég samt alveg verið með betri, skilur betri en verri, fattar við. Ok. Það er svona, þú veist. Það ein íþrótt sem ég skelfilegur í, sko. Já. Það sund. Já. Ég varla syndur. Já. Og ég, sko, versta atriði, bara versta fjölmiðla, bara versta sem ég hef lent í fjölmiðlum. Já. Og þegar ég og Sveppi og Pétur fórum hérna undir Gullinbrú og ég stakk mér það og ætlaði að fara að synda bara yfir. Já. Ætlaði bara að synda, þetta ekki það langt þarna milli, veist ekki hvað er að tala um? Undir Gullinbrú, já. Herru, það var eitthvað svona straumur í gangi, ég var svo hræddur og ég held ég var að deyja. Ég náttúrulega fór bara með straumnum niður eftir og var svo lélegur að synda. En voruð með eitthvað bát eða eitthvað? Nei, bara í ruglinu. Það er alveg ótrúlegt, sko, ekki það, ég get ekki kvartað, en það sem til dæmis Hugi hefur, ég var að hugsa þetta bara hérna fyrir nokkrum dögum síðan, það sem vorum að láta Huga gera án þess að vera með nein öryggisneti eða neitt, bara ótrúlegt, sko. Ég nefnilega, sko, hérna, núna í síðasta vor, þá hoppuðu við mitt í sjóin, reynda bara við höfnina, sko, en það var, sem að, veist, er nú alltaf lagi, sko, en það var bara svo ógeðslega vont veður og mikil öldugangur og eitthvað svona og ég hugsaði mitt, sko, kannski veit maður ekki af einhverjum bara svakalegum straumi sem mun bara bera mút á haf. Ég lendi því, ég var svo hræddur og ég var hann, svo veist, ég var að reyna að busla og kláraði alla orku strax og þetta er atriðið til, ég bara ná fölur, ég byrjaði að kalla hjálp strákar og er alveg geðvitt panik, þeir veitir náttúrulega ekkert hvað er að gera. Það var ógeðslegt atriðið. Og gafstu svo synd í landa það? Já, svo minkaði straumur sem betur en ég kom með land frá þeim, sko. Ég var búinn að bara fara með straumnum að það niður eftir, sko. Þannig að það var vel skeri, sko. Ég er vonlega sundmaður líka. Mér fannst líka alltaf svo ógeðslega leiðilegt í skólasundi. Já, það var líka með mér, ég skrópa alltaf, sko. Já. Sem að er ekki sniðugt. Fínt að vera góður sundi, en ég þið sem að eru þá á þeim aldrei, þið sem eru að hugsa hvað íþróttir er að leggja fyrir ykkur, að þá hvetjum við ykkur, bæði strákar og stelpur að æfa dans. Og sund. Og sund. Það er eitthvað sem við Bjössi sjáum eftir að hafa ekki gert. Það er að æfa dans. Við erum fullir á eftirsjá. En kanntu eitthvað að dansa? Nei. Ég kann Jackson á búið. Já. Enda nýti hann við. What are we to do? Kalla sig Outlandis, ég er með lagið Warrior á Cozy Monday hjá okkur Bjössa 3. desember og klukkuna vantar kortir í 6. En við vorum að byrja með nýjan dagskrárlið í janúar, jafnvel að við prófum það næsta mánudag. Já. Tjekkum að því. Og það er ekki Gettu betur, heldur Gettu Blöndal. Já. Og þá verð ég með svona nett pubquiz fyrir þig og einhvern gest sem kemur og keppir við þig alltaf. Á alltaf að keppa við mig. Já, það ekki, menn þú varst náttúrulega, sko, að þú hefur unni Gettu betur. Já. En þannig að það er erfitt að, reynda að kannski pínu ósanngjarnt að keppa við þig. Nei, þú ert algjörlega ofmeta mig, sko. Er það? Ég er bara ágætur í þessu. Mér finnst þetta svo magnað að unni Gettu betur. Þegar ég horfa á Gettu betur, eða þegar ég var að horfa á það í sjónvarpinu, veist, ég gæti svara 1 og 1, sko. Já, við svindluðum bara. Já, ok, það er enda virkast. Það er maður getur ekki svarað, bara svindla. En ég ætlaði að tjekka hérna. Það var náttúrulega Logi Bergman. Já, Spirill. Var hann Spirill þegar þú vannst? Ok. Síðast árið hans. Fyrir Vestló, varstu í Vestló þá? Já. Ok. Vestló vinnur þetta sem ekki oft, engin fordómar að neitt. Eina skipti sem þeir eru vunnið. No. Það er bara þannig. En ég ætla að spyrja þig hér, þetta er svona svona spurningar ættu heima í Gettu Blöndal. Ok. Og þetta er bara eitt sem að... Erum við að hita upp núna? Já, þetta er bara mér finnst þetta áhugavert hérna því að ég ætla að sjá hversu mörgum þú nærð af þessu hérna, af þessum plötum og þetta er líka svona ef ég var að keyra einhvers stað núna og þessar spurningar kemur, þá myndi ég svona fara að spá við hvað væri. Ok, þú hlýtur að vita, fyrst þú unni Gettu betur, hvað er söluhæsta plata allra tíma? Byrjir. Er það Thriller með Michael Jackson? Já, það er Thriller með Michael Jackson og hún er meiri segja lang söluhæsta plata allra tíma. Já. Hún er selst í yfir 110 milljónum eintaka. Já. En getur sagt mér hvaða plata er í öðru sæti með 50 miljón eintök? Ég ætla að skjóta á að það sé Eagles. Eagles? Nei, ég skal gefa þér það. Þeir eru samt einhvers novela. Eagles Greatest Hits er í 7. sæti. 7. ok. Já, Eagles Greatest Hits er í 7. Þannig að ég gef þér annars. Heyrðu. Ekki er þetta Mariah Carey? Nei, Mariah... Hún er líka. Nei, hún kemst ekki inn á top 10. Nú, ok. Ok. Þá veit ég því. Þessi plata kom út árið 1980. Já. Sem ég er að tala um núna. Já, fæðingarárið þitt. Já, fæðingarárið mitt. Og þetta er rockhljómsveit. Já, er þetta AC/DC? Það er hárrétt og hvað er platan? Back in Black. Það er rétt með 50 milljónir eintök. Og í 3. sæti er, þú myndir aldrei giska á það. Jó, ég ætla að segja Pink Floyd.
Dark Side of the Moon. Það reyndar hárið. Ok, ég hef ekki getað sagt hvað platan heitir. 4. sæti mjög áhugavert og í 4. til 5. sæti það eru 2 plötur sem eru jafnar og ég persónulega hefði giska og önnur platan hefði verið herri. Ok. Hvað myndur þið segja að væri þar? Þú verður að gefa mér svona smá vísbendingu, ég náttúrulega ekki með eitthvað sölu tölur yfir einhverja plötur, sko. Nei, ok, það eru báðar selst í 45 miljónum eintakna og þetta annars verið einn frægasta söngkona allra tíma. Ok. Og annars verið frægasta söngur allra tíma. Það er ekki góða vísbendingar, sant? Nei, ok. Ég skal gefa þér aðra vísbendingu, þau eru bæði dáin. Ok. Er það Elvis? Nei. Þá er ég búinn. Nei, Whitney Houston. Já, þetta. Hvaða plata? Var það þarna I Will Always Love You platan? Já, The Bodyguard. Bodyguard. En í 4. til 5. meðinni er Michael Jackson með Bad. Já, ok. 45 miljónum. Djöfull hefur hann selt maður. Svo kemur Meatloaf með Bad Out of Hell. Mér finnst þetta áhugavert, ég veit ekki, kannski er ég að svæfa einhverja að núti. Mér finnst alltaf gaman að skoða svona blöður. Það er, vissið þú, að það er svona hópur af fólki sem að heldur að Randy Jackson sé bróðir Michael Jackson. Já, hafið verið í Jackson 5? Nei, það er samt ekki bara svona eitthvað fólk að reyna að fyndið? Nei, það er common misunderstanding. Nó, ok. En hann var eins og það í hljómsveitan Randy Jackson, veist hvað hljómsveit það var? Nei. The Commodores. Já. Þetta veit blöð. Þú hefur líka hitt hann. Já. Þú talaðir þetta með hann. Nei, ég sagði bara, hey, Randy, huge fan. Já. How you guys doing? Það var einu sem ég sagði það. En, já, við ætlum að halda áfram hér með Kósín og herru, við fyrir. Hver er frægastur maður sem þú hitt? Frægastur maður sem ég hitt? Will Smith. Já, ætlaði ekki. Messi. Já. Messi er vel frægur, sko. Ok. Og Ronaldinho, þegar hann var upp á sitt besta. Það var mjög gaman. Ég hitti Hemma Gunn þegar ég mætti hérna hann. Hann er líka mjög frægur. En ég get ekki verið með Kósí mánudag án að spila þetta lag. Búin að kveikja á jólaljósi Tals. Við bjóðum þér aðgang að ljósleiðaranum á jólalegu verði. Ljósið, ljósið, allstaðar. Tal. Svona á samband að vera. Hreint vatn gerir kraftaverk. Greiðum valgreiðslu í heimabanka. Hjálparstarf kirkjunar. FM 95 blöð. Á FM 95. Þú færð brakandi gott Nóa-kropp með skemmtilegu appelsínubragði í næstu verslun. Nóa-kropp. Brakandi snilld. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Þeir að hlusta hér á Auta og Bjössa, en ekki mikið lengur. Klukkan er að verða 6 og við erum að fara að kveðja hér enn eina vaktina. Mánudagur og, já, við erum að leiðina á saman í fótbolta. Já, þetta var erfið vakt hjá okkur. Fannst þér? Þetta er bara svo fljótt að líða maður. Ég veit það. Ég hlakka svo til að fá því í kvöld. Já, það verður stemming. Ég hef trúið þér. Já, í boltanum. Ég verð fín. Ég á mark í öllum deildunum með úrvals. Nema í bumboltdeild. Já. Áttu mark í öllum deildum? Nema úrvalsdeild. Á Íslandi? Já. Fyrstu deild líka? Já. Með Tindastól? Og Skallagrim? Nei. Ég get svo svarað. Það fletta þessu upp, ég trúi þér ekki. Ég sverða, en það er komið að lokum hér hjá okkur strákanum. Við verðum mættir hérna morgun við Sveppi með þrjusu þáttandi ykkur vonandi höfðu þið... Þú ert skráður í kvöt núna? Já, ég veit það. Það var eitthvað flipparna, ég ætla alltaf að spila fyrir kvöt. Já. En svo var kvöt og Tindastól samin að líka, sko. Það er nú bara einn Skallagrimur, önnur deild kalla, mörk 3. Árið 2001. Já, 2001 var önnur deildin, þá var úrvalsdeildin fyrsta deild. Neisti sé ég hérna 2000, já, ok. Já, ég er ekkert að ljúga því ég er markið fyrsta deild. En já, við Sveppi verðum hérna á morgun. Takk að þess að vera hlustum í dag á þessum Kósí mánudegi. Vonandi að ég gaman á við Bjössi. Við takk ég vel á móti Rikka G sem er hérna rétt á komin. Hann reyndar ekki mættur í stúdíu, ég veit ekki hvað hangs er á honum. Nei. Við ætlum að enda þetta á Tupac. Já. Minn okkar. Það held ég. Þetta er lagið Changes. Það er eitthvað sem við þurfum. Breytingar. Já, hvernig væri að fá smá breytingar hérna. Það drifum út í bíl til lagið á leiðinni heim. Tveimur þá að Öddi og Björn Bræða hafi bara ekki getað valið betra lokalag í dag í FM 95 blöð frábært frá Tupac lag sem heitir Changes á FM 957 klukkan er svo orðin 6. Ég heiti Þórður Daniel og við ætlum að vera saman til kl. 9 í kvöld.